Ég býð ykkur velkomin til fundar, 28. fundar sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Fyrir liggur dagskrá og það tillaga breytingu á dagskrá að liður 31 færist og verður liður 8. Aðrir liðir færast til samræmis. Þeir sem geta samþykkt það, gefmerki, samþykkt samhljóða. Það liggur fyrir að Guðmundur Daníelsson verði gestur okkur á fundi á fyrsta lið fundarins og áður en við göngum til dagskrár að þá gerir oddviti sveitarstjóri grein fyrir atriðum og rekstri sveitarfélagsins. Það spurning hvort að við eigum að taka fyrir fyrsta liðin fyrst, klára það og færa það til. Eru þið sátt við það? Já. Það svo Guðmund ekki bíða. Þá göngum við til fyrsta liðar, fjarskiptamál í Rangárþingi ytra, þar sem að Guðmundur Daníelsson verður gestur á fundinu hjá okkur og við slökkum og myndavélum hann. Þá fundið framhaldið. Gestur okkar Guðmundur Daníelsson hefur yfirgefið fundinn. Það tillaga fjarskiptamál í Rangárþingi ytra sem hljóðar svo. Tillaga að staðfesta fyrirliggjandi samning við þjóðtanda í lagningu ljósleiðara, lægstu tilboð í efniskaup til verksins og ráðningu Sævars Eiríkssonar sem eftirlitsmanns með framkvæmdum Rangárljós. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá áður en við förum í lið 2 að þá ætlum við að gefa Ágúst sveitarstjóra orðið og hann fer yfir helstu mál á milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir oddviti. Það nú ýmislegt sem væri hægt að segja frá en þetta hefur verið áberandi í sumar og núna í haust þessi ljósleiðaramál sem við vorum akkurat að tala þannig að það hefur farið heilmikil tími í það en við erum búin að fá góðar upplýsingar og greinagóðar það hvernig þau mál standa. Síðan nefni ég vatnsveitumál. Það eru mikilvægur málaflokkur í hlutafélaginu og fer mikil vinna í það í rauninni. Mikið álag á þjónustumiðstöð út af vatnsveitumálum, bæði það eru þurrkatímar yfir sumarið og síðan alls konar bilanir í þessu og við vitum auðvitað að hluti af okkar vatnsveitukerfi orðið svona gamalt og þarfnast endurnýjunar, þannig að það heilmikil vinna sem fer í þetta og má segja að við vitum það að við þurfum að fara í eftir ekkert mjög langa tíma að fara í heilmikla fjárfestingar örugglega þar í að laga til og tengja saman vatnsveitur þannig að það sé svona leið B sem ekki í öllum tilfellum ef eitthvað bilar og slíkt. Þannig að það svolítið runnið í því upp á síðkastið áætlun hvað þetta varðar og þá meira bara hvert því sem alveg fremst í forgangsröðinni. Ég vil nefna þetta þess að það heilmikið álag á þjónustumiðstöð í þessu og þá náttúrulega vinna menn ekki við annað á meðan og sumir hefur þurft að fresta út af því hreinlega. En haustið góður tími til framkvæmda, sérstaklega viðrar vel og vonandi verður þetta þannig haust að við getum náð upp þeim hala sem hefur skapast í framkvæmdum úti við. Nýbúið að ljúka við malbyggun við Langöldu sem voru á áætlun hjá okkur og síðan vinna við Manir í kringum Reykjagarð sem stóð til að klára á þessu ári, vonandi verður hægt að klára það líka í haust eða komast lengra allavega og svona ýmis umhverfismál, lagfæringar í kringum svæðinu í kringum hjá Hesthúsahverfinu gamla og í kringum gámaplanið. Það svona
heilmikið svæði sem þarf að laga til og stóð til að klára í sumar en verður þá haustverk bara í staðinn, að stærstum hluta. Og viðhaldsvinna á Reyðarvatnsréttum, það sem var á áætlun hjá okkur að gera og var drifið í núna í haust og verður tilbúið fyrir réttirna sem eru á svona laugardaginn kemur. Það var svona málingavinna og svo mikið fúnu timbri og svona, þannig að það verður gaman að rétta í nýmáluðum réttum. Síðan vil ég nefna Odda, byggðarsamlagið Odda. Við vorum með vinnufund hér í gær, stjórn Odda, og kannski segja fyrst að það var sameiginlegur starfsdagur hjá starfsmönnum allra skólana fyrr í haust, 22. ágúst minnum við. Og hann var haldinn í Gunnarsholti, fengum að vera þar hjá landgræðslunni og það er samdóma álit allra sem ég hef heyrt í að það hefur heppnast vel og er bara gott start á samvinnu þessara skóla og mikill hugur í fólki að halda því áfram og þróa áfram. Þá fengum hann ljómandi góðan fyrirlesara sem að fólki líkaði vel við. Það var með bæði svona hugveikjum og ýmislegt í sambandi við það að vera starfsmaður í til dæmis skóla og síðan auðvitað náði fólk að ræða saman sameiginleg mál sem tengjast skólastarfinu. Og ég vona því að það verði heilmikið vinna hjá Odda núna á næsta fundum í kringum þau verkefni sem að menn sjá fyrir sér að svona setja í gang til að bæta og efla þessa starfsemi, skólastarfsemi. Í sorpstöðin, þar eru miklar framkvæmdir og þar er verið að ljúka við miklar framkvæmdir úti við plön og sem er svona kafli 2 í því að efla sorpstöðina. Fyrst byggðum við húsið þarna mikla og svo er að ganga frá allir utan hús. Þetta eru fjárfestingar upp á 100 milljóna samtals en þessu á að ljúka núna í haust stærstu leyti. Og síðan opnuðum við hérna í gamla fundarsalnum okkar hérna niðri náms- og kennsluver sem var nú svona bara lágstemt í sjálfu sér en þeir komu frá Háskólafélaginu og fræðslu neti Suðurlands og síðan var bara opið hús og það kom svolítið af fólki og skráðu sig á staðnum 7 manns inn í námsveiði sem eru hér í háskólanámi og bara mikið áhuga á þessu og þetta er mjög mikið notað strax sem er ánægilegt. Við komumst til dæmis að því að það eru 8 sem er í fjarnámi í hjúkrunarfræði við Háskóla Akureyri, hérna í okkar sveitafélagi og það er 4 sem eru í leikskólakennarafræði af einhverju tagi og svo er sagnfræði og alls konar bara nám í gangi. Og kemur líka hérna inn þeir sem eru að vinna sig upp að komast inn í háskólanám, það er að segja eru í framhaldsskóla af framhaldsskólastigi, það er aðeins áhuga því líka. Þannig að það er ágætt. Malbikun hér fyrir utan hérna á Hellu og þá er nú vegagerðin aðalega að klára Árbæjarveginn, það er nú lítið annað. Þetta var heilmiklar lagfæringar uppi hjá Búrfelli, það er búið að komin heilmikill vegur, ber að fagna því og síðan allum eða flestum á óvart að þá fór vegagerðin hérna inn Fjallabæksleið, stóð bara til að fara upp að Reynifellsbrú og laga þann út en þeir fóru lengra, þannig að það voru lagað eitthvað 4 milljónir í þetta þarna inn úr í áttina Hafrafelli. Það var skelfilegur vegur þar, þannig að það var gott að fá allavega eitthvað. Síðan endurskoðun fjárhagsáætlunar, það er auðvitað verkefni sem búið í gangi núna síðustu daga og bæði þarf að undirbúa fyrir viðauka sem að byggðarráð þá undirbúa eða taka fyrir á næsta fundi og undirbúa fyrir sveitarstjórn. Tengt auðvitað ljósleiðarann sem við vitum núna hvernig lítur út
þó svo auðvitað séu ennþá ágiskanir hvað kemur mikið inn á þetta ár, það vitum við ekki alveg nákvæmlega, út af bara veður getur stoppað okkur og allavega, en eins og þetta lítur út núna þá að þetta verði með áætlanir, þetta gangi mjög hratt fyrir sig, að þá þurfum við að stilla upp fjárhagsáætlunum okkar upp á nýtt. Nú síðan má nefna það líka, við erum búin að fara yfir alla liði og taka stöðuna á rekstri sveitarfélagsins og hún í ágætu lagi og fylgir áætlunum. Og það hefur einnig verið allnokkuð af eignum sem við höfum selt, stórar eða smærri eignir mest auðvitað en líka eignir sem munar og þannig að það þarf auðvitað að koma líka inn í viðaukann. Þannig að það kemur þá svona meira unnið inn til byggðarráðs í næsta fund. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, sveitarstjóri. Eitthvað sem þið viljið spyrja út í þetta? Já, ég er bara að velta fyrir mér og myndist á vatnsveitu og lagnir. Það var náttúrulega veit eins og það var umtalað til dæmis með lagnirnar niður í Þykkvabæ. Það er ekki orðið þetta fáneitt til þess að passar í viðhald. Þetta er það gömul lögn og sjálfsagt það víðar að þú færð ekki akkurat þessi tæki sem þarf. Til dæmis þegar er að fara í sundur og það þarf að koma með baulur og annað til þess að skeita saman. Og þannig að þetta vitur nú, maður veit að á þurrkatímum eru margar vatnsveitur og tampi, þess vegna finnst manni alveg hræðilegt þegar maður stundum er að keyra meðfram þar sem maður sér brynningarkör sem rennur í stanslaust og flæðir svo út úr. Eins og maður sér bara víða hjá hrossum að það eru bara fiskikör sem rennur í og svo flæðir út úr. Alveg hreint bara spreytu slóðinir í næsta skurð. Þetta er náttúrulega spurning hvort það sé hægt að svona einhvern veginn hvort það er að beina tilmælum eða fara þá maður og mann bara ef menn verða varið við þetta geta tala, því þetta er náttúrulega þegar er skortur á vatni þá er þetta hræðilegt að ég sé ekkert eftir vatni hún í dýrin en ég sé eftir því þegar vantar vatna að þetta flæðir út í næsta skurð. Takk fyrir þetta. Við auðvitað hvetjum alla til þess sem að verða vitni að því að það sé sóað vatni í sveitarfélaginu að tilkynna það til vatnsveitunar eða áhaldahússins. Það á auðvitað ekki eiga sér stað, það er hárrétt hjá þér. Og vatnsveitan er búin að leggja mikla vinnu í þetta og við eigum að hjálpa stað og hjálpa henni við að það sé vel farið með vatnið. En þá göngum við til annars liðar. Það er tilnefning fulltrúa á aðalfundi SAS og HES 2016. Fyrir liggur tillaga að ársþing SAS verður haldið á Fosshóteli í Jökulsárlóni á Hnappavöllum 20.–21. október 2016 og tillaga er að tilnefna Þorgils Torfa Jónsson, Ágúst Sigurðsson, Ingvar Karl Jónsson og Margréti Hörpu Guðsnýsdóttur á aðalfund SAS. Og tillaga er að Anna María Kristinsdóttir, Haraldur Eiríksson, Sigdís Oddsdóttir og Steindór Tómasson verði varamenn. Það er tillaga að tilnefna Harald Eiríksson, Anna Maríu Kristinsdóttir, Ingvar Karl Jónsson og Sigdísu Oddsdóttur á aðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og til að vara Þorgils Torfa Jónsson, Ágúst Sigurðsson, Margréti Hörpu Guðsnýsdóttur og Steindór Tómasson. Orðið er laust um þessi tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefið miklu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 3. Kauptilboð í húsgrunna við Tjarnarflöt í Þykkvabæ. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti gagntilboð í húsgrunna á Tjarnarflöt og Tjarnarbakka í Þykkvabæ og sveitarstjóra verði falið að ganga frá kaupunum. Orðið er laust um þessi tillögu.
Hvað gagntilboðið? 750.000 eins og hann kemur í fundargögnum. Það er ekkert voðalegt verð á þessu. Já, það ekki annað betri boði. Fleiri sem vilja tjá sig þetta, svo ekki. Þeir sem að geta samþykkt þetta geðmerki, einhverja á móti, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 4. Kauptilboð í lóð númer 19 við Gaddstaði. Það liggur fyrir tillaga að selja Ólafi Erni Jónssyni lóðina samkvæmt kaupverðsreglum sem gilda slíkar lóðir hjá sveitarfélaginu og fela sveitarstjóra að ganga frá kaupunum. Orðið lausn þessa tillögu. Engin kveður sér ljós, þeir sem geta samþykkt hana, gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá liður 5. Gatnagerð við Rangárflatir. Eftir að ákveða útfærslu á götulýsingu en hugmyndir voru frá eigendum Strætóhótels að færa hana og breyta þannig samþykktu skipulagi, jafnframt að skoða hvernig best væri að staðið að lýsingu gagnvart lóð framan við Strætóhótels sem sami aðili hefur fengið úthlutað undir þjónustu og verslun. Ekkert á að vera í veginum til að ganga frá þessu máli sem fyrst í samráði við bréfritara. Það tillaga að fela sveitarstjóra að leita eftir samráði við eigendur Strætóhótels útfærslu lýsingar og undirbúa framkvæmdir. Orðið laust þennan lið. Bara bæta hann inn í setninguna ekki? Bara, ekki hana fyrst í samráði? Undar það ekki svolítið snubbótt þarna? Mér finnst þetta svo fínt. Jú, það má alveg. Í samráði við, þetta ekki eitthvað? Já, milli þess að tvekja aðila. Já, samráði milli aðila. Já. Skýrir málið. Þeir sem geta samþykkt þetta, geðmerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá finnum við lið 6. Foreldrafærni námskeið. Ágúst, skýrir þú þetta örlítið fyrir okkur? Já, ég get gert það. Það er óskum, þetta frá skólaþjónustunni, óskum það að þau vilja fara af stað með svona foreldrafærni námskeið sem ég held að sé mjög þarft og gott og sem að þessi námskeið hafa verið í boði og svona hér og þar. En hugmynd þeirra er að þjálfa sitt fólk upp í því að halda þessi námskeið og það er að segja fólk sem starfa hérna hjá þeim og halda þau síðan og þau eru óska eftir stuðningi við námskeiðin. Það kemur ekkert nákvæmlega fram svona hvers konar, það er svona ýmsir möguleikar reifaðir, það sé að létta fólki það að taka þátt í svona námskeiðum, það er að segja foreldrum með ýmsum hætti og svona velta upp ýmsum möguleikum í því. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni alveg ekta verkefni fyrir Odda til að fjalla þetta eitt er þar á því borði, en þetta var eitthvað stíla á sveitarstjórn, þess vegna kemur þetta hingað beint. Takk fyrir það. Ég tek undir þetta. Þetta er akkurat verkefni fyrir Odda og ég held að þetta sé gott verkefni. Tek undir það með Ágúst að þetta er auðvitað sem að við eigum að líta okkur nær og sameinast að hlúa börnunum okkar sem við frekast getum. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, bara mér líst mjög vel á þetta. En ætlar skólaþjónustuna kosta sjálf, veistu hvort þau eru að óska eftir fjárstuðningi til þess að mennta sitt starfsfólk eða mun rúmast þetta innan þeirra fjárhagsáætlana og eru þeir bara að fara fram á að það sé veitt annarkvort afsláttur af leikskólagjöldum eða boðið upp á pössun og meðan að námskeiðinu stendur?
það væri kannski ágætt þegar Oddi færi þetta að verði svona pínu meiri upplýsingagefnar. Akkurat, takk fyrir það. Ég held að það veri algjörlega upplagt að Ágúst myndi aðeins reyna að leita eftir frekar upplýsingum þetta og koma með í farteskinu til okkar í Odda. Segjum það Ágúst, sveitarstjóri góður. Jú, það vantar aðeins upplýsingar inn í. Við erum að kalla eftir því. Þannig að það ekki alveg ljóst hvernig það ætla að gera þetta. En þau ætla eins og að spara peninga með því að nota sitt fólk í þetta. Það kemur fram. Já, svona upp á framtíðina. Þekkingin sé til staðar í héraði til lengri tíma. Já. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Það liggur fyrir tillögu með vísa erindinu til Odda BS, til umfjöllunar og afgreiðslu. Þeir sem ekki geta samþykkt það gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 7. Í fyrirspurnir og erindi frá álista 2016. Það í 2 liðum, annars vegar 7.1 og 7.2. Við tókum fyrst fyrir liðin 7.1, félagsmiðstöðin Hellir. Yngvi Karl, þú hafa sögu þetta aðeins. Gjör svo vel. Já, það við erum samt með hérna smá tillögu að varðandi félagsmiðstöðina Hellinni. Ég ætla að lesa samt greinargerð á undan. Gjör svo vel. Félagsmiðstöðin hefur undanfarin ár verið starfrækt undir stjórn Grunnskólans á Hellu og hefur starfsemin verið öflug sem einna helst má merkja á því að á hefðbundnum fundartímum sveitarstjórnar má oft á tíðum heyra óminn af hlátri ungmennanna sem eru að njóta samveru í félagsmiðstöðinni við hlið fundarsalsins sem reyndar innskot hér að við erum búin að færa okkur. Akkurat. En nú þegar Oddi BS hefur tekið yfir fræðslumál sveitarfélagsins ekki ljóst hvar staðsett eigi félagsmiðstöðina, hvort það eigi þá undir Odda eða undir sveitarstjórninni, og því teljum við nauðsynlegt að framfari umræða innan sveitarstjórnar framtíðarskipulag félagsmiðstöðina Hellisins og leggjum til að sveitarstjórn verði falið að skila skýrslu félagsmiðstöðina Hellin á næstu reglulega fund sveitarstjórnar 12. október næstkomandi og þar komi meðal annars fram upplýsingar starfsemina, fjölda þátttakenda og samantekt á rekstrarkostnaði. Og undir þetta skrifa Yngvi Karl Margrét og Yngvi Harðar. Takk fyrir það. Orðið laust. Þessa tillögu. Ég vil bara taka undir það að það bara ágætt að renna yfir þetta. Það kannski eitthvað innan gæsalappa óljóst hvar þetta statt í kerfinu hjá okkur núna eftir þessa nýju samningagerð við Ásarepp, en í mínum huga þetta nú þannig að þetta undir Odda og þetta undir stjórn skólastjórans og sveitarstjórans okkar, þannig að ég held að sé bara í hefðbundnum skorðum, en sannarlega á þetta heima undir Odda og þarf að fara í umræðu þar og upp á þróun mála og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur þessu, þannig að tillagan góð og ég tek undir hana. Eru fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 7.2, gámasvæði í Þykkvað. Yngvi, þú með það líka, gjör svo vel. Já, hérna ætla að lesa þá greinargerð með þessari tillögu okkar gámasvæði á Þykkvabænum. Rekstur gámasvæðis Ásveig hefur staðist væntingar sveitarstjórnarins ytra góða umhirðu og lítinn rekstrarkostnað eftir að þar var girt og vefmyndavél sett upp og eftir ljóst að uppsetning á slíku svæði í Þykkvabæ raunhæfur og álitlegur kostur til að tryggja eðlilegan frágang og urðun á úrgangi sem verður til í sveitarfélaginu.
Einnig má benda á að sveitarfélagið hefur undanfarið misseri selt margar eignir í Þykkvabæ og því teljum við eðlilegt að leggja fjármagn í þennan málaflokk þar. Og það til okkar að sveitarstjóra verði falið að undirbúa opnun á gámasvæði í Þykkvabæ. Og undir þetta rita Yngvi Karl, Margrét Harpa og Yngvi Harðar. Takk fyrir það. Orðið í laust þessi tillögu. Gjörsveld? Já, mér finnst þetta náttúrulega bara mjög gott mál að fara að opna þarna gámasvæði, en hvernig, hvað eru þið að hugsa gámasvæði? Er þetta fyrir, að því nú Þykkvabærinn þéttbýli, eru þið þá að hugsa fyrir heimilisorp eða er þetta þá ekki meira að hugsa sem fyrir plast og net og timbur og járn, eitthvað svoleiðis? Er ekki frekar verið að hugsa það þannig? Takk. Takk fyrir þetta María. Yngvi Karl Gjörsveld. Þetta er hugsað fyrir úrgang frá plast og grófan úrgang í rauninni. Það er náttúrulega sortunnur fyrir hitt. Já, akkurat, já. Yngvi Harðar En Gjörsveld. ég held að það verði aldrei komist hjá því að vera með líka fyrir heimilisúrgang, því að nú náttúrulega eru hús þarna sem eru í raun og eru bara sumarhús og þeir þurfa líka að geta hent frá sér, en fyrst og fremst náttúrulega þarf þetta fyrir sem sagt stærri úrgangin sem að fellur frá bílum, fellur til á bílunum og er ansi langt að fara með og safnast upp en það er líka eitt sem að þarf að skoða ef þetta fengist nú í gegn, því að þetta er mikið atriði niður frá að fá þetta opnað aftur og að það er það að það verður líka að vera þannig að það taki ekki hálfan mánuð til 3 vikur að fullir gámar séu tæmdir. Ég persónulega hef talið það að það væri nóg að þetta væri opið 2 í viku í 24 tíma sko. En málið er það að ég rak mig ofta á það að þó að maður hringdi og tilkynnti að það væri fullur þessi gámur, að það tók oft svo langan tíma að hann væri tekinn og tæmdur og kæmi annar, að þá var fólk farið að setja í einhverja aðra gáma. En ef það er komin girðing og það er komið náttúrulega vefmyndavél, því að það auðvitað náttúrulega vitum við að það var á landvegamótum og var niður frá. Það voru að koma sendibílar úr Reykjavík með drasl og henda. En ég held að það hafi ekki verið á landvegamótum en það eftir að myndavélinn kom upp. Svo vitað sé. Að menn nýttu þessa leið til þess að spara sér pening. Takk fyrir það, orðið laust. Ég tek bara undir það að ég held að sé eðlilegt og gott að skoða þetta, sérstaklega í ljósi þess að það er góð reynsla af Gámavellinum við Meiritungu og ég held að við getum verið sammála um það að það hafi tekið mun betur til en við þorðum að vona og það er fyrirmyndar umgengni þar í dag, mjög ólíkt því sem áður var og það eiga allir þakkir skildar fyrir það að hafa brugðið svona við sem að nota þetta gámasvæði og þegar að svona háttar til þá er farið vel með aura sveitarfélagsins og samfélagsins og því ber að fagna og í því ljósi er eðlilegt að skoða þetta frekar. Ágúst Gjörsveld. Já, kannski leggja aðeins orðið í belgum þetta að ég er sammála því að ég held að við erum bara að skoða þetta og þetta var þetta þannig eins og við munum að það voru þetta svona gámaplön út allt sveitafélag eða svona ekki allt kannski en á nokkrum stöðum og þessu var nú lokað út af ýmsum ástæðum, þetta líka til að bara nýta strönd sem er okkar stóra fjárfesting í sorpmálum. Þannig
maður þarf að hugsa þetta í þessu stóra samhengi sko, hvað með hina sem að það sem var svona plan einhvern tíman og sjálfsagt spurja þessi getum við þó ekki fengið líka og svona, það þarf að skoða þetta allt saman en trúlega eru þarna aðstæður dálítið öðruvísi þar að segja að það er alltaf hvergi í okkar sveitarfélagi eins þétt byggð með búrekstri og eins og þarna niður frá. Þannig að þetta eru þetta vissulega aðeins öðruvísi aðstæður heldur en annar staðar í sveitarfélaginu. Þannig að, og kannski er þetta eins og þeir að segja svolítið öðruvísi gámaplan sem að væri verið að skoða þarna heldur en til að sýta á Hellu. Það er bara öðruvísi önnur tegund af endurvinnanlegu og ekki endurvinnanlegu efni sem að fellur til. Þannig að mér finnst að það var á sérstöðunni að það eru svolítið öðruvísi aðstæður heldur en annars staðar. Þetta er í huga að segja það. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvert sér ljós. Það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn taki vel í málið og sveitarstjóra verði falið að vinna að málinu og leggja minnisblað fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Þeir sem að geta samþykktartillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá legg ég til að við tökum örstutt fundarhlé. Fáum okkur smá kaffisopa. Þá er fundi framhaldið. Fyrir tekin 8. liður ungmennaráð. Það er tillaga að skipa Ágúst Sigurðsson og Ingvar Karl sem aðalmenn og varamenn Sólrúnu Helgu og Margrétu Hörpu. Jafnframt mun ungmennaráð sveitarfélagsins taka þátt í ráðstefnunni ásamt Eiríki V. Sigurðssyni starfsmanni sveitarfélagsins. Einhverju sem að vilja kveða sér hljósun þessu tillögu, svo er ekki þeir sem að geta samþykkt að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða, þá förum við í lið 9. Erindi vegna stofnunar lögbýlis. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlöggögn. Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að fela skipulagsfulltrúa að undirbúa málið áfram í samræmi við áform eiganda og beina því síðan til afgreiðslu í skipulags- og umferðarnefnd. Það vantar kannski þarna í hausinn aðeins, er það ekki hvaða lögbýlis? Það er hérna í athugasemdinni, hérna kemur ekki fram þarna. Kemur ekki fram, en það er í fundargerðinni. Karl Axelsson. Ok. Einhvern sem vilja kveða sér ljós þetta. Svo er ekki þeir sem að geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 10 umsókn og stofnun lögbýlis að stóð til 4. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlöggögn. Einhvern sem vilja kveða sér ljós þetta. Svo er ekki þeir sem geta samþykkt þessi tillögu gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 11. SAS 510. stjórnarfundur. Lagður fram til kenningar. Þið hnippið í mig ef að þið vilja kveða ykkur hljós undir einhverjum eftirfarandi liðum. Liður 12, SAS 511. stjórnarfundur, lagður fram til kynningar. Liður 13, Samtök orkusveitafélaga 2050 stjórnarfundur, lagður fram til kynningar. Liður 14, Lundur stjórnarfundur, 27. fundur, lagður fram til kynningar. Liður 15, Bergrisin BS 20. fundur, lagt fram til kynningar. Liður 16, Félagsmálanefnd 37. fundur, lagt fram til kynningar. 17, Brunavarnir Rangárvallasýslu aðalfundur 2016, lagt fram til kynningar. 18, Brunavarnir Rangárvallasýslu 49. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. Liður 19, Sorpstöð Rangárvallasýslu, aðalfundur 2016, lagt fram til kynningar. 20, Sorpstöð Rangárvallasýslu, 108. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. 21,
Sorpstöð Rangárvallasýslu, 181. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. Heilbrigðiseftirlit Suðurlandsstjórnarfund, fundur nr. 173, lagt fram til kynningar. 23. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands stjórnarfundur nr. 174, lagt fram til kynningar. 24. Aðalfundur Vottunarstofunnar Tún e.h.f. lagt fram til kynningar. 25. Fjallskilanefnd Holtamannaafréttar 50 fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. 26. Atlas kortasjá fyrir Suðurland lagt fram til kynningar. 27. Sjálfbært Suðurland skýrsla lagt fram til kynningar. 28. Ráðstefna málefni ferðaþjónustunnar til kynningar. 29. Námskeið í íbúðalýðræði til kynningar. 30. SSKS ársfundur til kynningar. 31. Samtök orkusveitarfélaga aðalfundur 2016 til kynningar. Þá dagskráin tæmd og að yfirlesinni fundargerð og undirskrift segi ég þennan þessum fundi slitið.